Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, í gær bara kringum miðnætti að þá voru sendar úr landi 4 konur frá Nígeríu sem höfðu dvalið á Íslandi árum saman. Þær komu hingað í leit að skjóli, voru fórnarlömb mansals en íslensk stjórnvöld höfnuðu beiðni þeirra og eftir nokkra tafir og langa dvöl hér á Íslandi við erfiðar aðstæður þar sem maður fengu ekki að vera þáttakurinn í samfélaginu, fengu ekki að vinna fyrir sér, að þá var þeim vísa úr landi. Drífa Snædal er talskona Stígamóta og hefur gagnrýnt þetta mikið. Drífa, hvað var að gerast í gær? Ég held að í gær hafi verið stigið eitthvað skref sem við höfum ekki áður séð í mannréttindabrotum á Íslandi. Það er að segja við héldum að til þess myndi ekki koma að þessar konur eru sendar úr landi, búin að vera hérna árum saman. Þær eru allar með umsókn ríkisborgararétt í gangi fyrir Alþingi. Íslenska ríkið hefur ekki tekið tillit til þess að þessu þolendur mansals þrátt fyrir að hafa undirgengist alþjóðasáttmála slíkt. Það er þannig að í sáttmála sem við höfum undirgengist að þá á ekki að senda konur úr landi sem eru þolendur mansals ef að það eru ótryggar aðstæður sem þeir eru sendar í. Þannig er sannarlega verið að gera það. Og svona almennt er hlaupin miklu meiri harka í þessu útlendingamál og bara virðingaleysið og harkan sem þeim er sýnd er bara algjört einsdæmi. Og þetta vottar fólk sem er búið að vera í þessum málum áratugum saman á Íslandi og þetta byrjar að gerast með þessu nýju útlendingalögum sem voru samþykkt í fyrra. Þá voru þeir nú hent á götuna og ég held að fólk muni alveg eftir því þegar þeim var bara hent eins og rusli út á gangstétt og það er bara fyrir gott fólk sem að þær fengu húsaskjól. Síðan var opnað þetta neyðarskýlið þarna í Borgartúni sem er náttúrulega, hvað maður segja, neyðarúrræði þar sem fólk fær að vera yfir blá nóttina og fær eitthvað smá mat. En þarna voru þær með nýju útlendingalögunum voru þær sviptar framfærslu, strætómiðum, sundkorti, lögfræðiaðstoð og svo framvegis. Og síðan þannig að það er búið að vera að reyna að gera þeim lífið á Íslandi eins óbærilegt og mögulegt er. Svelta til hlýðni, svelta til þess að samþykkja það að fara sjálfviljugar og það segir svolítið þeirra stöðu að þær hafi ekki farið sjálfviljugar þráttur að hafa verið að reyna að borga þeim fyrir að fara og það segir svolítið þeirra öryggi og þeirra stöðu sem þeirra í og þær bara treystu sér ekki úr landi. Þeir vissu þær náttúrulega skulda mannsæljendum. Allavega það dæmi sem ég þekki best. Hver eru rökin? Hver er ógn íslensks samfélags af þessum 4 konum? Ég veit ekki hver ógnin stafar af okkur hérna á Íslandi. Ég hef nú heimild til að tala máli Blessing og segja hennar sögu. Blessing átti sér þá ósk heitast að fá að vinna við ræstingar á Stjörnutorgi, að vera í ís og þys allan daginn og leggja sitt af mörkum, að vinna og vera íslensku ríkisborgari. Það er nú bara óskinn og ég held að við sem þekkjum þessar konur að það er engin ógn sem stafar af þeim. En hvað af því að þú hefur rétt á að segja sögu hennar, hver er saga hennar? Saga hennar er frekar því miður dæmigerð fyrir mansalsþolendur frá Nígeríu. Hún er hneppt í mansal 15 ára. Eftir að hafa verið nauðgað í Nígeríu þá er hún send til Líbíu og skipulagt nauðgað þar líka. Síðan er hún seld áfram til Ítalíu. Þar er henni skipulagt nauðgað í mörg ár. Síðan kemst hún til Íslands fyrir það er maður sem aðstoðar hana til að koma til Íslands. Hún sækir hér dvalarleyfi og það er búið að fara allar kæruleiðir hugsanlega fyrir hana hérna á Íslandi.
og það hefur verið tæmt og það var síðasti úrskurður held ég kom í fyrra. Það er búið að þrisvar búin að reyna að sækja ríkisborgararétt fyrir hana gegnum Alþingi. Þannig að það hefur ýmislegt verið gert. Hún er veik, hún er með æxli í kviðarholi sem fer stækkandi. Hún hefur þurft að blóðgjöf að halda, járni og sko öll skrefin í þessu hafa verið afskaplega þung. Hvort sem það er að finna læknisþjónustu handa henni, að tryggja það að hún og þær eigi til hnífs og skeiðar, að þær sé ekki á göttunni og svo framvegis. Þetta er bara, það er eins og ég segi, það er ekki fyrir tilstuðlan íslenska ríkisins að þær hafa ekki verið seltar á göttunni hérna. En nú er ekkert sem bannar íslenska ríkinu að veita þeim hæli eða aðstoð að það er með, en hvers vegna er það ekki gert? Hvað, ef ég má bara spyrja þig sem borgara hérna, hvað veldur því að þær fá ekki skjólir? Þá er ég að velta fyrir eitthvað í málið þeirra eða er verið að nota mál þeirra með eitthvað svona táknrænum hætti til þess að fæla aðra frá því að koma til Íslands? Já, útlendingalöggjöfin náttúrulega og þessi harka sem er hlaupið núna er til þess að senda skilabúti heima hingað ef fólk ekki velkomið. Það er náttúrulega það sem við verðum að gera fyrst og fremst. Og að sýna sko að það verður engin miskunn gagnvart einum eða neinum sem ætlar að leita skjóls á Íslandi. Það er svona svolítið stemningin. En það er rosalega margt í þessu sem ég bara fæ ekki skilið. Til dæmis það af hverju þurft að fangelsa þeir á föstudegi þegar þeir eru fluttar út á mánudegi. Af hverju er þeim neitað að hitta fólk í fangelsinu og þær hafi sjálf sér ekki framið neitt glæp. Þeim var neitað að hitta prest, þeim var neitað að hitta sálfræðing. Þetta er bara, sko þetta er svo stjórnlaus harka sem við verðum að sýna. Og hver heldur að sjá ástæðan? Ég bara veit ekki, það er bara, það er einhver stemning í samfélaginu að taka hart á útlendingamálum. Maður sér það að og mér sé illa við að tala þetta orð skautun og þá er svona, já, það er búið að ala á ótta í samfélaginu að útlendingar séu einhvers konar ógn við íslenskt samfélag og ráðamenn fá mikinn stuðning úr sínum ranni þegar þau sýna hörku í þessum málum. Á móti kemur að það er mjög mikið af fólki sem er til í að leggja hönd á plóg til þess að sýna mannúð líka. Þannig að við erum einhvern veginn orðin svolítið klofið samfélag í mannúðarmálum. Hvað verður þessa konur núna þegar það er búið að flytja á landi brott? Sko við erum búin að vera að reyndum í gær og í fyrradag og fengu loksins svör við því í dag hvert þær verða að senda til Nígeríu og hvenær þær lenda af því að við erum að sjálfsögðu að reyna að tryggja það að þeim verið veitt eitthvað öryggi í Nígeríu. Við erum búin að vera að skoða alþjóðasamtök sem vinna með þolendum mansals í Nígeríu. Við erum búin að vera í samskiptum við okkar alþjóðasamtök hverjum er treystandi og hvað er hægt að gera. Og fleiri samtök sem sem bara reyna að milda höggið. Það er sem sagt lenda núna 12:25 á íslensku tíma í Nígeríu og ég vona fyrir tilstuðlan góðs fólks sem þekkir mannúð í Nígeríu og Íslandi að þá verði einhver til að taka á móti þeim. Myndur líta á að þessar 4 konur séu, fórnarlömb svona pólitískrar stöðu á Íslandi, að það sé vilji tiltekinna pólitískra afla að sýna einhverja hörku og henni sé beitt gagnvart konum sem að við kannski undir öllum venjulegum kringumstæðum myndum einfaldlega hjálpa vegna þess að þeir eru hjálpar þurfi. Já, það hafa orðað ofboðslega breytingar síðustu 3 árum og það er svolítið svona race to the bottom núna í íslenskri pólitík, hver sýnir mesta hörku og ég held að það sjá að það allir sem fylgist með íslenskri pólitík, þannig er það. Það er verið að reyna, það er einhver keppni hver ætlar að standa fastast í lappirnar gagnvart útlendingum og því miður að þá er það þannig að það
nýtur stuðnings ákveðins hóps á Íslandi og því miður held ég vaxandi. Af því að búið að ala á einhverjum ótta hjá almenningi. Það eru stöðugt að í fréttir hvað þetta sé nú að kosta okkur mikið og hvað eru margir að koma, en það er aldrei sagt líka að það er náttúrulega líka út af því að það er Venesúelabúum og Úkraínubúum var boðið hjartanlega velkomið hingað. Þess vegna var þessi aukning. Nú kostnaðurinn hefur rokið upp úr öllu valdi og það er kannski ekkert skrítið þegar verið að leigja einkaflugvélar með fylgd fjölda fólks til þess að koma fólki úr landi. Það er líka kostnaður í því. Og sá kostnaður telst inn í þessum kostnaði við hælisleitendur. Ég skil það ekki að Íslenska ríkið sé eitthvað betur sett með því að moka þeim úr landi heldur en að gefa þeim möguleika á að vinna hérna. Leyfum að skúra á stjórnundartóki. Já. Hérna stærsti hluti hælisleitenda á Íslandi kemur frá Úkraínu og stór hluti var lengi vel frá Venesúela. Þessar konur eru frá Nígeríu, heldurðu að þær fá að kenna á svona stálhnefunum af því að þær eru blökkar á hörund? Ég veit það ekki, en auðvitað þá sko upplifir maður húðlita rasisma í þessu, já ég held ég geti sagt það. Við höfum fylgst með þeim eins og þú bentir á að þá fylgdustu við með þeim þegar var hent út á guð og gattinn fyrir, já, er þetta ekki tæpa ári síðan? Það var í ágúst í fyrra, já. Kom mörgum óvart að við varum komin á þann stað og svo fylgjustu við með brottrekstrið þeirra núna. Heldurðu að þetta sé svona uppafið að svona hörku að við höfum eftir að sjá stærri skref og fleiri skref stígin í áttina á því að svona mannúðarskref í þessum málum? Já, og það er náttúrulega mjög einfalt að taka dæmi það að það eru uppi hugmyndir að búa til varðhaldsbúðir hérna á Íslandi, detention centers, þar sem verða fangaverðir, þar sem fólk er sett sem er búið að fá endanlega synjun og þar á að gera þeim lífið eins óbærilegt mögulegt er til þess að fara úr landi eða henta úr landi. Þannig að í stöðunni sem Blessing, Esther og Mary voru í, að þá höfðu þær farið inn í þetta detention center, varðhaldsbúðir, sem á lagalegu fallu máli er kallað lokuð búsetúrræði en er ekkert annað en varðhaldsbúðir. Þannig að það er í pípunum og það er einhver harka sem við höfum ekki séð áður. Það er oft vísað í að við þurfum að vera eins og Norðurlöndin. Norðurlöndin eru bara alls konar í þessum málum. Og það eru í gangi dómsmál óviðunandi hörku Norðurlandana, Danmerkur þá sérstaklega í þessum málum. Svona vörnin gegn þessari þróun, hún hefur veikst að undanförnu, það hefur verið bent á svona breyttar áherslur samfylkingarinnar. Það er líka þetta bent á það að VG sem áður barðist kannski fyrir réttindum hælisleitenda er í ríkisstjórninni og þetta er náttúrulega gert í nafni VG. Þannig að viðspyrnan, hún er eiginlega veik og hefur líklega aldrei verið veikari. Nei, það er alveg rétt. Það er náttúrulega þyngra táruð taki að flokkar sem gefa sig út fyrir að vera mannúðarflokkar að þeir hafi gengist inn á þetta og það er bara eitthvað sem verður bara ekki fyrirgefið á Íslandi. Ég var nú að skoða bara atkvæðagreiðslu nýju útlendingalögin í gær, hvernig hún féll og það voru 3 flokkar á þingi sem stóðu í lappirnar. Það var Viðreisn, það eru Píratar og það er Samfylkingin. En að öðrum ólöstum að þá hafa Píratar staðið hvað best í lappirnar í þessum málum á þinginu. Og verið hið veika viðnám en flokkar sem hafa hingað til að gefa sig út fyrir að vera mannúðarflokkar þeir leyfðu þess að leka í gegn og eru svo steinhissa á afleiðingunum. En þetta stóð náttúrulega alltaf til. Tilgangur nýju útlendingalagana sem voru samþykktir í fyrra var aukin harka gagnvart útlendingum og þá fólki eins og Blessing, Mary og Esther sem er í þessari einstaklega viðkvæmu stöðu. Og síðan þá hefur eiginlega varðstaðan veikst því að það hefur verið stefnubreytingi á Samfylkingunni og en hún er lakari, heldur þú að vísa til. Það ætlar ekki að vera þessi flokkur sem stendur í lappirnar í þessum málum. Þau voru ekki háværasti flokkurinn á þingi gegn þessu
tóku þátt aðeins í umræðum en ekki á fullum krafti eins og hefði þurft. Það hefði náttúrulega þurft bara að öskra á öllum götuhornum hérna. Ég sjálf gerði mér heldur ekki alveg grein fyrir því þegar þessi útlendingalög voru samþykkt hvaða róttök og breytingar þetta voru. En Píratar vöruðu við því og það hefur sannast það sem þau sögðu í þingsal í fyrra. Já. Við þurfum að efna til okkur umræðu, því eins og þú segir að þá kannski kemur mörgum óvart hversu langt þessi lög gengu eða framkvæmdin á þeim hefur allavega orðið með þeim hætti að það má gera ráð fyrir því að hún sé ekki í takt við vilja mikils meiri hluta almennings, ég efast það. Já, ég held að það sé alveg hárrétt. Og líka bara þegar þú færð hérna, þegar þú færð sögur einstaklingana á bakvið, að þá hérna, þá snýr þetta öðruvísi við og það er bara öll þau sem hafa þekkt Blessing Mary og Esther að það er bara sorg og vonleysi og reiði í hjartum okkar og við erum fjölmörg hérna á Íslandi sem höfum tekið þátt í að aðstoða þær, styðja þær eða bara kynnast þeim eða kenna þeim í gegnum tíðina. Þær eru með bakland hérna á Íslandi. Þetta búin að vera hér í hvað 6 ár? Þetta er ekki einhver númer sem hægt að bara fara með hvernig sem er, sko. Það var ekki verið hér í 6 ár svo sem er búin að vera lengst eða eitthvað? Sko Blessing kemur hérna í desember 2018, þannig að hún er búin að vera í 5,5 ár og hinnar eitthvað aðeins kemur. Herðu Drífa, hérna, takk fyrir að taka síman. Þú ert stótt í Hrísey, við erum í Reykjavík og samtali fór fram í gegnum Zoom. Við byrjum að heilsa öllum norðan heiða. Takk sömuleiðis. Og við setjum hérna áfram og ætlum að halda áfram að skilja þetta samfélag sem að breytist rætt og við þurfum að hafa okkur öll við. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.